það, sko maður veldi þér, það fullu strúktúrera, þess að festi þetta ekki gamalt félag. Nei. Og það fyrir á markaðunum eru hagar til dæmis sem að hafa haft lengri tíma til þess að strúktúru sem byggja sig upp. Þú nefndir áðan kaupin á lyfju. Já. Og undir þessu félagi eru þarna styrkar, viss gamlar en þó mjög styrkar stóðir, N1 gamla SO og Krónan og raftækjasalan í Elko. Þetta og svo var þessi myndarlega hækkun á hlutabréfamarkaði síðasta ári sem að kannski gat að einhver leyti tekið til marks að markaður mæti svo að félagi væri svona orðið strúktúrera, það væri tilbúið. Þið búin að strúktúra félagi, það komið með þar einingar, þú kemur nú sjálf frá Krónunni, þessar undireiningar, það svona félag sem þið ætlið að hafa til þess að keppa á þessum markaði, meðal annars við Haga og svo jáfnvel það náttúrulega fleiri aðilar sem að keppa á þessum markaði. Heldur betur. Sjáu þið það fyrir ykkur? Er þetta bæta við svona félag eða það innri vöxtur sem þið horfið til núna? Það, sko í þessu samhengi það náttúrulega alltaf að horfa til allra þátta og ég myndi aldrei segja að við værum búin að neinu af því að það þarf að vera í stöðugri þróun með félagið og það auðvitað bara greiðlega ánægilegt fyrir þá sem koma því á sín tíma að fara í þá vegferð að segja, herðu, við erum með hérna SO gamla, N1 sem þá var orðið, að kaupa festi og átta sig á því að í svona sameiningu geta orðið til gríðarlega mikil verðmæti og mikil tækifæri og við erum alls ekkert búin að klára þá vegferð endanlega þó svo við höfum bætt við okkur lyfju og strúktúrera fasteignafélagi betur og annað. Það sem að gerist og verið ótrúlega ánægilegt að sjá bara að þetta haldi áfram, það þessi samleið sem næst innan svona félags. Þetta hægt að gera með ýmsu móti. Má nú sjálfur í ráðgjöf hvernig á að sameina félag og hvernig á móðurfélag líti út versus dótturfélag. Það sem við erum að ná, og maður sér þetta best núna þegar lyfja að koma inn. Það áttar maður sig á því. Þessi móðir, festi, mamman sem að styðja rekstrafélögin með stóðþjónustu sem þá fjármálaþjónusta, ýmiss konar innheimta og allt sem því tengist. Það upplýsingatæknin sem miðla í rekstri en nýsköpunin og þróun, hún út í félögunum. Það þar sem að svona töfrarnir að gerast, en svo tekur mamman við þessu svona daglega rekstri. Þeim ætlað sjálfum að sinna nýsköpun, hvert og eitt félag, þá komið sína eigin hugmyndir þróun og nýsköpun, það kemur ekki ofanfrá. Það sem við gerum að við viljum gjarna að hvert og eitt rekstrarfélag hafi sitt sjálfstæði, sé að keppa á sínu markaði, en ég segi oft líka, við erum líka að keppa innbyrðis. Það samkeppni á milli félagana að standa sig og skila árangri. Þannig að með þeim hætti þetta svona systkinahópur sem í samkeppni. Mamman og systkinahópur. Það svolítið þannig. En það sem hefur reynst vel, það að við pössum upp á það að þegar við erum að fara í nýsköpun, segjum þróun á appi eða vefverslun eða einhver slíku, að það sé unni á því plattformi að það nýtist öðrum líka. Það að segja að inn í mömmunni, þar eru forritarar, arkitektar sem hægt að lána niður í dótturfélagin. Þannig að þau nýti krafta mömmunar, geti skalað upp en líka minnka niður þegar ekki þarf að þessum aðilum að halda. Það sé skrifað í sama tungumáli þannig að ef einhver fer á milli félaga þá kann hann eða hún á það tungumál, forritunarmál, þannig að samlegin sé þar. Auðvitað síðan líka bara samlega á milli, segjum mannusteymisins, mannustjóra, þeir að bera saman bækur sínar og fara yfir málin. Þarna ótrúlega margt að sækja sem og auðvitað bara samningar heilt yfir þegar við erum að fara í flutninga á milli landa og annað. Það eru bara mikil samleið sem að felst í þessu félagi. Þið gerir þá samninga flutninga fyrir allar einingarnar. Fyrir allar einingarnar. Það festi sem gerir þá samninga. Já, það gerir við. Og festi sér þá allt lagerhald eða vöruhúsa þjónustu. Já, og það einmitt það. Við erum með sérfélag sem heitir Bakkin Vöruhótel og þar erum við með 2 vöruhús, annars vegar sem að sinnir Elko, Krónunni og reynda fleiri félögum líka, svo Bíkó, en svo erum við með sérvöruhús fyrir N1 og þarna erum við með þessa aukastóð inn hjá okkur sem við stýrum og getum samstillt með okkar félögum og nýtt þannig að þetta nýtist öllum bara í hagræðingu.